Hverinn Strokkur gýs alltaf með reglulegu millibili og á veturna þegar frost í lofti breytast gufudroparnir úr sjóðandi hvernum þegar í staði ískristalla. Atli á heima hjá afa sínum og ömmu en þau búa á Geysi í Haukadal, þar sem að finna frægustu hveri landsins. Elías, vinur Atla af næsta bæ, í heimsókn hjá vini sínum. Auðvitað það Geysir sjálfur sem aðal hverinn á svæðinu, en hann gýs reyndar ákaflega sjaldan núorðið. Hann þó vel heitur og þegar kalt í veðri allavega notalegt að verma á sig fæturna í heitu affallsvatninu. En hvenær gýs Geysir? Hann gýs alltaf eftir skjálfta, stóra, mikla skjálfta. Til dæmis Geysisgosið sem var hérna, hvað var það ekki, 8. júlí. Þá gaus hann ágætlega hátt. Þó sólin standi nú í hádegistað dagurinn ákaflega stuttur, því að nú skammdegið og þess vegna ekki mikill tími til að leika sér á hverasvæðinu. Mest þó gaman að sulla og sjá hvað ísmólarnir bráðna hratt í heitu hveravatninu. Þó að kalt sé í lofti verður að gæta sín á heitu vatninu. Elías orðið hálfkalt og þá ekkert betra en að hlýja sér í heitri gufunni. En hverinnir geta þó verið varasamir og rétt að fara varlega í kringum heita vatnið. Það aftrar þó ekki þeim félugum Atla og Elíasi að gera smá tilraun og þeir setja því lítið sápustykki í hverinn smið sem að öllu jöfnu lætur ekki mikið yfir sér. Og viti menn, það ekki sökum að spyrja og hann byrjar strax að bulla og sjóða og sendir frá sér myndalegan gosstrók. En hvers vegna skyldi honum vera svona illa við sápuna? Ætli einhver viti það? Ég veit það ekki. Enginn nú farinn að ká. Nei. Kannski einhverjir sérfræðingar. Þannig þið farinn að ká? Nei. Þeir kannski vita hvað gerist. Þetta auki ekki eitthvað svona sprenginguna niðri í goshverunum. Þetta svona kannski svo ný sprengiþráður eða svona kveiki eða dínamít. En hvað þetta sem rýkur svona myndalega úr? Þarna liggur rör inn í miðjan hverinn. Þetta vatn notum við til þess að hita upp húsið, til þess að sjóða egg og fisk og eitthvað og til þess að fara í bað. Og þetta húsið hans Atla. Þar amma önnum kafin við að hræra deig í hverabrauð. Þó hún hafi auðvitað venjulegan bakarofn í eldhúsinu, þá brauðið ekki sett í ofnin. Heldur það grafið niður í sjóðheita jörðina á hverasvæðinu, þar sem það haft í heilan sólarhring. Það Atli sem sér brauðbaksturinn og á þessum stað jörðin nægilega heit til að grafa niður brauðið. Atli tekur fyrst brauðið sem sett var í gær í hóluna og setur í staðinn þar sem amma var að útbúa. Og hér nýja brauðið komið, ilmandi hverabrauð, beint upp úr heitri jörðinni. Það ekki bara hægt að nota hverarhitann til að baka brauð, heldur heita vatnið einnig nota til þess að hita upp gróðurhúsið hans afa. Það sem hægt að rækta tómata og annað grænmeti, jafnvel þó frost og snjór sé utan dyra. En hvernig ætli það sé? Skyldi ekki Atla stundum leiðast að búa hérna svona langt í burtu frá öðrum krökkum á sínum aldri? Aldrei. Bara alltaf nóg að gera. Ekki sama mengunin og í bænum. Bara mun skemmtilegra. Vetur getur verið að renna sér og skíði og skauta. Og sumri getur maður að fara út í á og eitthvað. Stundum fer ég að veiða á sumri. Núna ætla þeir félagar Atli og Elías að athuga hvort ekki sé hægt að sjóða egg í heitu hveravatninu. Ferðafólki sem að skoða hverina tekur ekkert eftir brallin í strákonum. Á meðan máltíðin tilbúin og þeir gæða sér á nýsoðnum eggjónum. Atla var orðið hálfkalt við þetta ævintýr á hverasvæðinu.
þá er ekkert notalegra en að stinga sér ofan í heita pottinn og gæða sér úr nýjum tómat úr gróðurhúsins afa.